Góða kvöldið, eða góðan daginn, góðan seinni. Fyrir hönd skautafélags Akureyrar býð ég ykkur velkomin á leik skautafélags Akureyrar og skautafélags Hlaukur í meistaraflokki kvenna. Við byrjum á því að kynna lið gestanna, SR. Númer 30 Andrea Lilja Bachmann. Númer 29 Thelma Björk Matthíasdóttir. Númer 32 Ísalind Ólafsdóttir. Númer 93 Apríl Mjöld Órarból. Númer 27 Karitas Sif Halldórsdóttir. Númer 10 Arna Björk Friðjónsdóttir. Númer 62 Hildur Þórey Markadóttir. Númer 7 Alexander Kristín Hafsteinsdóttir. Númer 17 Friðrika Ragna Magnúsdóttir. Númer 24 Áslaug Svava Helgadóttir. Númer 2 Harpa Rönd Helgadóttir. Þjálfari Alexander Medvedev og liðsstjóri Edda Guðrún Jóhannesdóttir. Og þá það lið heimamanna. Númer 30 Birta Þorbjörnsdóttir. Númer 43 Ragnhildur Kjartansdóttir. Númer 24 Katrín Rós Björnsdóttir. Númer 11 Hilma Þórðar Bergsdóttir. Númer 18 Berglind Rós Leifsdóttir. Númer 29 Guðborg Pétra Jóhannsdóttir. Númer 5 Inga Rakel Aradóttir. Númer 3 Anna Sonja Ágústsdóttir. Númer 20 María Guðrún Eiríksdóttir. Númer 21 Jóhanna Margrét Guðbjartsdóttir. Númer 8 Arndís Eggerts Sigurðardóttir. Númer 16 Ragnheiður Lavís Ragnarsdóttir. Númer 12 Aðalheiður Anna Ragnarsdóttir. Númer 68 Magdalena Sólóa. Númer 19 Amanda Bjarnadóttir. Númer 7 Lara Mist Jóhannsdóttir. Númer 15 Sveindís Mari Sveinsdóttir. Númer 27 Kolbrún Geirsdóttir. Þjálfari Sara Smæli. Aðstoðarþjálfari Björn Már Jakobsson, tækjastjóri Haraldur Óskarsson. Dómari aðdómari leiksins Guðni Helgason og honum til aðstoðar yfir Sæmundur Hreinsson og Guðni Jóhannsson. Góðan dag og velkomin við skjáinn. Hér fer fram leikur milli SR og SA. SA tekur á móti SR og ég ætla að fara yfir liðin. Liði SR er númer 30 Andrea Jóhannesdóttir, númer 29 Thelma Matthíasdóttir, númer 32 Lísa Ólafsdóttir, númer 93 Apríl Orangan, númer 10 Arna Friðjónsdóttir, númer 27 Karitas Halldórsdóttir, númer 62 Heiður Atladóttir, númer 7 Alexandra Hafsteinsdóttir, númer 17 Friðrika Magnúsdóttir, 19 Bríet Friðjónsdóttir, 24 Áslaug Helgadóttir, 2 Harpa Helgadóttir og 81 Ólafía Helgadóttir. Og þá er það lið heimamanna. Númer 30 Birta Þorbjörnsdóttir, 24 Katrín Björnsdóttir, 43 Ragnhildur Kjartansdóttir, 11 Hilma Bergsdóttir, 18 Berglind Leifsdóttir, 29 Gunnborg Jóhannsdóttir, númer 3 Anna Ágústsdóttir, númer 5 Inga Aradóttir, númer 8 Arndís Sigurðardóttir,
20, María Eiríksdóttir, 21, Jónína Guðbjartsdóttir, 12, Aðalheiður Ragnarsdóttir, 16, Ragnheiður Ragnarsdóttir, 7, Lara Jóhannsdóttir, 19, Amanda Bjarnadóttir, 68, Magdalena Súlova, númer 15, Sveindís Sveinsdóttir og númer 27, Kolbrún Björnsdóttir. Lið SR er skipað svipuðum leikmönnum og í fyrra, en þetta er í annað skiptið í langan tíma sem að SR reiðir fram kvennalið og það er gaman að sjá. Markinu er 15 ára stelpa sem er einmitt komin í kvennalandslið. Hún heitir svo mikið sem, ætli sé ekki Andrea Jóhannesdóttir. En nú byrjar leikurinn. Markmaður fyrst í pökkinn. Það er harka í leiknum. Katrín Björnsdóttir tekur skot á mark sem að Andrea ver. Karitas tekur við pekkinum og reynar kemur honum út, en þessar stelpur kom honum inn aftur í svæði og skipta. Jónína keyrir þarna á móti, skal ég segja, veit ekki. Og pressa hérna. Pressa vel SR stelpur. Inga með pökkinn, sendir yfir á Jónínu sem að tekst ekki, en María nær pökkinum og sendir aftur upp á Ingu. Þarna var hún, ætli þessi Alexandra. Hafði verið að stoppa þetta? Nei. Þetta var Heiður sem að stoppa þetta. Þessi sókn SA. Það er vel gert. Áfram heldur. Hérna tekur Friðrika á móti pökkinum og stoppar. Lísa kemur þessu upp. Alexandra fellur við. Það er dómur.
Amanda Bjarnadóttir sem fær 2 mínútur fyrir tripping, sýnist mér. Þá eru SR stelpur einum fleiri. Á annarri mínútu og 14 mínútur eftir gangi SK leikmaður númer 19 Amanda Bjarnadóttir fær 2 mínútur fyrir tripping. Kemur ekkert skot frá Alessandru og það halda áfram niður í svæði, sendir upp á Apríl, Apríl tekur skot en Hilma vel, Amanda Apríl sendir yfir á Caritas en hún heldur pekkinum ekki inni. Þá er það Katrín Björnsdóttir sem keyrir inn í svæði og tekur skot sem Andrea ver. Það fær Ragnhildur pökkinn og skýtur sem geigar. Caritas keyrir á móti, heldur sömu átt á pekki en nær ekki að halda pekkinum. Ragnhildur sendir inn í svæði og SA stelpur skipta. Ein inni er hún Ardís sem heldur pressunni og Andrea fristir pökkinn. SA stelpur vinna pökkinn. Annarsson sendir niður á Ardísi sem reynir yfir á Jóninu. Jónina leitar að Ardísi. Það er góð pressa hjá SR-ingum. Þarna nær hún pökkinum, hún Apríl og sendir áfram. En SR-ingar missa pökkinn. Þá kemur Ardís aftur og keyrir inn í svæði, eða keyrir ekki. Þær halda pekkinum inni. Inga tekur við pekkinum og tekur skot sem geigar. Pekkurinn fer yfir. Og þá að halda áfram að spila, segir dómarinn. Ragnheiður sendir yfir á. Þetta var listilega gert á Ragnheiði. Eða Heiðu eins og hún er kölluð. Pökkurinn fer í ísingu. Arna vann þarna pökkinn fyrir SR en það snerist hratt. Nú eru SR-stelpur með pökkinn. Þetta var Aðalheiður sem sendi þarna D2D sendingu sem heppnaðist vel. SR-stelpur eru komnar í sóknarfæri með góður skoti frá Löru. En það geigaði. Þetta var skemmtilegt. Alessandra vinnur pökkinn en hver er þetta sem nær honum? Það er Berglind Leifsdóttir sem nær að vinna pökkinn. Það er hérna dómur fyrir roughing, sýnist mér. Cross-check. Á 10 mínútu og 20 sekúndur
Hilma fékk 2 mínútur fyrir crosscheck. Það var rangstaða. Það færist spenna í leikinn. Jónin í baráttu þarna niður í horninu við Apríl. SR-stelpur vinna en Inga stoppar sendinguna og það skot á mark sem Andrea ver. Inn kemur María og pressir vel en Apríl nær pekkinum og skautar með hann út eða reynir það í það minnsta, skiptir hlið. Þar Alessandra, tekur við pekkinum og SA-stelpur vinna pekkin og það María sem tekur skot sem Andrea fristir. Stokkarinn fyrir upp á skotið viður af. Hún Ragnhildi en það varið. Þá koma allar, Hilma kemur inn. Þá eru jafn margar í báðum liðum. Ragnhildur tekur skotið sem varið. Og Friðrika kemur honum út. Ragnhildur kemur inn á miðju, sendir yfir á Gunnborgu. Gunnborg kemur inn en til varnar Já. Ég sá ekki hver var til varnar. Anna Sonja tekur skotið, fer fram hjá. Hilma fær sendingu og sendir. Nei, hann stoppar þetta og Friðrika. Anna Sonja reynir aftur. Og Inga kemur og gerir inn í svæði. Sendir fyrir markið, Arndís sendir yfir á Önnu og Anna skýtur. Þannig að pökkurinn skoppar bara framhjá. Speglast í einhvern. Þetta góð pressa hjá Caritas. Caritas stoppar pökkinn, heldur áfram. Það halda þessum SA-stelpur. Það var næstum rángstaða þarna en það rétt björguðu sér fyrir horn SA-stelpur. Þarna kemur Arndís Eggers. Hún keyrir inn í svæði til varnar nummer 18, nei, 19. Það Bríet til varnar. Varðist þessu vel. SR-stelpur náðu pekkinum og koma nú í breakout. Það Caritas með pökkinn, sendir yfir Áslaugu. Áslaug skautar í pressuna. Heiða nær pekkinum og sendir upp á kantinn til Arndísar sem hann nær ekki alveg valdi og hann fer aftur í varnarsvæðið. Þarna kemur hún Heiður og keyrir bara upp svæð, upp alla völlin, tekur skot sem Andrea ver. Og þetta Apríl sem nær pekkinum og skautar upp með hann og sendir á Caritas. Caritas komin inn á móti markmanni, tekur skotið en Birta ver þetta með
hjálminum hreinlega. Heiða nær pekkinum og skautar upp með hann. Caritas til varnar. Og það stoppað af Friðriku, en SS-stelpur ná aftur valdi. Sendir upp á Ragnhildi sem sendir yfir á Katrínu Björnsdóttur. Áframhaldur leikurinn. Hilma með góða pressu þarna. Sendir upp á Ragnhildi. Ragnhildur á Hilmu og Hilma skýtur en Andrea ver. Harpa kemur þessu út úr svæði. Og Alessandra hérna til varnarsins mér, já. Og þá var það Friðrika sem sendir upp á kantinn. Á Heiði. En það SS-stelpur ná þessum pekki. Friðrika kemur þessu áfram, en Lísa kemur þessu upp. Gunnborg nær pekkinum. Kemur Jónína. Sendir upp á Ragnhildi. Ragnhildur yfir á Katrínu. Katrín tekur skotið, en hann nær ekki á markið. SS-stelpur sækja. Arndís stoppar þessi sókn. Sendir upp á Ingu. Inga tekur skotið, en Andrea ver. Og pökkurinn út fyrir. Arndís nær að senda upp á Annarsonju sem tekur skotið og Andrea ver þetta. Jónína vinnur pökkinn, sendir upp á Annarsonju. Annarsonja yfir á Arndísi. Arndís tekur skotið sem Andrea ver, en Jónína nær rýbandi og sendir aftur á Annarsonju. Andrea ver enn og aftur. Kemur María sýnist mér og skýtur á mark, en fer framhjá. Arndís nær pekkinum. Sendir upp á Annarsonju. Annarsonja keyrir nær og finnur skýtur á mark og það fór í gegn. Rétt svo fór þarna á milli púða. Fyrsta mark SA skorar Anna-Sonja Ágústsdóttir með stoðsendingu frá henni Ingu Aradóttur. Þá það Alessandra sem sendir upp. Þetta fer út úr svæði. En þar hún hver.
það hefði ekki verið Aðalheiður sem að náði að senda yfir á Heiðu. Heiða er með pökkinn, kemur þessu fram hjá Aðalheiðu sem liggur á hnjánum. Þetta stoppar hún Friðrika, en Heiða kemur hérna aftur upp ísinn fyrir miðjan ís, heldur áfram, tekur skot á mark sem að Andrea ver. Gunnborg sendir yfir á Berglindi, Berglind tekur skot, Andrea ver. Berglind sendir upp á Heiðu, Heiða sendir yfir á Ragnhildi og hún tekur skot, það fer framhjá. Gunnborg sendir upp á Berglindi, yfir á Ragnhildi, Karitas til varnar. Þarna kemur hún Katrín og skýtur á mark en varið. Karitas reynir að senda út úr svæði en tekst ekki. Ragnhildur tekur skotið. Hilma kemur inn nær pekkinum og hringsólar í gegn kringum markið, skýtur á mark. Andrea ver, Karitas nær pekkinum og reynir að koma honum út sem að Katrín stoppar og heldur honum inn í svæði, heldur áfram, hún berst hérna við hverja og María tekur skotið sem að fer framhjá, nær pekkinum aftur, fer í kringum markið, reynir að finna félaga, fann Jónínu, Jónína tekur pökkinn, fer með hann bak við markið, sendi fyrir á Önnusonu sem að átti misjafna skot, Inga Rakel kemur hérna ón í hornið og hún er stoppuð af. Ætli það hafi ekki verið. Nei, ég sá það ekki. Og Andrea ver. Eitthvað í gangi, Andrea fer hér að bekknum. Það ætli sé laus púði eða eitthvað svoleiðis. Eða fastur pökkur, ég veit ekki. Þarna þyrfti nú jafnvel að vera bara markmannsskipti hreinlega í stað þess að bíða eftir þessu. Hvað gerist? Telma Matthíasdóttir kemur inn á völlinn á meðan Andrea lagar búnaðinn, sýnist mér. Áfram hefst leikurinn. Heiða þarna að reyna að vinna pökkinn og Lara vinnur hann og hann skoppar til hennar. Hver ætli þetta sé hann ekki. 93, Apríl hefur tekið pökkinn. Þarna koma SR-stelpur og skjóta. Hver skýtur? Það var hún Harpa sem tók skotið en það var varið. SR-stelpur koma aftur í sókn sem að Telma fristi pökkinn. Bríet þarna til varnar, þetta vel varið. Eða þar sé að vörnin stóð sér vel. Góð pressa hjá þeim, SR-stelpum.
Gunnborg nær pökkinum en þetta sem að Friðrika stoppar. Hörku kona á Friðrika. Mér sýndist eitthvað skauta þarna inn í krísuna. Það er Katrín sem kemur hérna inn í svæði og tekur skotið. Telma vel gert hjá ísköldum markmanninum. Ragnhildur tekur pökkinn og skýtur sem speglast á skautanum hjá henni Hilmu, en áfram fer hann. Katrín tekur pökkinn, sendir upp á Ragnhildi, Ragnhildur yfir á Berglindi, Berglindi yfir á Ragnhildi aftur og Katrín tekur við pökkinum síðan frá henni Ragnhildi og skýtur á markið. Telma ver þetta listilega. Katrín tekur pökkinn aftur og Friðrika til varnar, missir Gylfu. Katrín sendir upp á hverja var þetta? Hilmu Bóel sem heldur pökkinum en dömpar inn í skiptingu. Og þá er það hún Arna sem kemur hérna, sendir upp á Áslaugu. Áslaug missir pökkinn, Inga tekur við honum. Annarsson sendir yfir á Ardísi sem að nær ekki alveg pökkinum. April tekur við pökkinum og reynir að koma hérna áfram sem hún gerir. En þær eru 3 á móti 1. Jæja, Annarsson sendir á Jónínu, Jónína með hann í skautanum en þetta ver Telma listilega. Hver er þetta? María sem að sendir upp á Ingu og Alessandra, nei, hver er þetta? Þórey, byttur við. Þetta var vel gert hjá henni. Hvað heitir hún? Heiður Atladóttir, það hefur verið hún sem að barðist svona vel hérna á móti SS-stelpunum. En áfram heldur leikurinn. Bríet hérna með pökkinn, reynir að senda upp á og það var ekki mark en þarna kom Inga og kláraði og hún skorar annað mark SA. Inga Aradóttir, númer 5. Þetta var nú hálf kjánalegt hjá mér hérna áðan. Ég sá ekki alveg númeri hjá SR-stelpunum. En þetta var mjög vel unnið hjá þeim. Mér finnst alveg svakalega gaman að sjá þessu ungu stelpur í báðum liðum berjast eins og ljón. Þetta er svakalega góð uppbygging á ungu kynslóðinni yfir tíðina. En áfram heldur leikurinn. Þessar stelpur senda hérna inn í svæðið og það er Ísing. Það er gaman að taka það fram að hérna Karitas nummer 27 hjá SR, hún spilaði í marki fyrir Björnin á sínum tíma. Þannig að hún er búin að venda kvæði sínu kross, komin sem útispilari og þykir það mjög skemmtilegt. Ja. Góð barátta hjá henni Alessandru. Hún pressar á Berglindi, Berglind fer í gegn, skautar upp völlinn og tekur skotið. Og Andrea komin í markið, fór rétt yfir öxlinn á henni. Og Katrín með pökkinn, snýr við, tekur stefnubreytingu, keyrir upp kantinn. Á mótinni tekur Friðrika og heldur vel. Já, og hún heldur pekkinum, sendir hvert? Nærði ekki alveg. Gunnborg tekur og sendir fyrir þar sem að Katrín er og reynir skot sem að Andrea ver. Þarna kemur April og reynir að senda upp á
Hver er þetta, Friðrika? Nei. Þetta var hún Áslaug sem náði ekki alveg að halda pekkinum, en upp fer hún aftur á Katrínu. Katrínu fyrir niður fyrir markið. Enginn að passa hana, sendur upp á Ragnhildi. Ragnhildur niður og viðstöðulaus beint á Jónin á miðjunni frá Arndísi, en þetta stoppar Apríl og Karitas kemur hérna með Apríl inn í svæði, tekur skot, hittir ekki, nær pekkinum þó aftur, sendur upp á vörnina sem er hver svo mikið sem Arna Fríðjónsdóttir tók við pekkinum og reyndi skot, en það stoppaði og nú er það hún Bríet sem að berst hér öttulega við að koma pekkinum út, en þessu náði Heiða að pikka út á Önnurssoni og Önnurssoni tekur skot sem að Andrea ver og í mikilli rimmu voru þeir hérna fyrir framan Andreu, en Andrea gerir sér lítið fyrir og fristir pökkinn. Það eru 14 sekúndur eftir, tæpar 15 af fyrsta leikhluta. Staðan 2-0 fyrir SA. Og það er spila, þannig að klukkan ríður af. Þá sjáumst við hérna eftir smástund aftur. Takk í bili.
svakalega gaman að segja frá því að Andrea í marki SR, hún komin í landsliðið, íslenska landsliðið í íshokkí og einmitt að fara með þeim út til Nottingham 7.–10. október og aðeins 15 ára gömul. Þetta svakalega flott hjá henni. Svo rosalega gaman að heyra í svona stelpum og sjá svona stelpur sem með svona mikinn metnað. Það alveg bara ótrúlegt, ólýsanlegt að sjá svona. En jæja, þarna Caritas og Alexandra og ég sé nú ekki hver þarna á númer 20 og ætla að sé Áslaug getur verið. Á móti Gunnborg, Berglind og Hilma. Berglind nær pekkinum, Caritas kemur inn í hann og skýtur á mark sem að Birta vel. Katrín kemur og berst á móti Alexandru, vinnur pekkin, sendir bak við markið af Berglindi. Berglind nær að koma sig yfir á Hilmu, Hilma keyrir upp ísinn og Ragnhildur henni til aðstoðar, skýtur á mark sem að Andrea ver. Aftur rebound frá henni Gunnborgu en Andrea ver það aftur. Ragnhildur skýtur en Apríl ver þetta listilega, hún keyrir upp ísinn. Þetta stoppað af henni Hilmu. Hilma sendir yfir kantinn á Gunnborgu. Gunnborg kemur inn í svæði. Til varnar númer 19 sem svo mikið sem Bríett. Hún stoppar þetta vel. Apríl nær valdi á pekkinum en missir það síðan eftir að Ragnhildur truflaði hana. Jónína sendir yfir á Maríu. María yfir á Önnu Sonju og Aldísi kemur hérna inn í svæðið, tekur skotið, reboundið fer á svo mikið sem, hver var þetta? Lísa. Það var Lísa sem að fékk hérna, en allavega þá ég löngu eftir, þannig að ég ætla að halda áfram. Inga hérna með pökkin inn í svæðið, og mót henni til varnar Lísa Ólafsdóttir. María nær pekkinum. Sendir upp á Önnu Sonju. Anna Sonja finnur Ingu. Inga tekur skotið en Arna sýnist mér hafa varið þetta. Nú kemur Anna Sonja aftur, nær pekkinum af henni hérna í horninu. Sýnist mér hafa sett hann niður. En áfram Heiða tekur við pekkinum á Aðalheiði. Reyna að róa leikinn, ná upp breakouti sem að text. Þetta hún ég bara frosin hérna. Þetta Lillina sem að spila og svakalega flott hjá þeim, stelpum. Lara tekur skotið og Andrea ver þetta. Lillurnar segi ég, þetta náttúrulega bara ungar lillur svo sem, jújú, þær litlar. Þetta var sennilega bara Magda, Amanda, Lara, Ragnheiður og Aðalheiður sem voru þarna að berjast. Inn og komin fyrsta lína hjá SA og fyrsta lína hjá SR, sýnist mér. Nei, önnur lína hjá SR. Alexandra hérna til varnar, kemur pekkinum frá. SR stelpur ná pekkinum. Það Katrín. Alexandra til varnar, Caritas til varnar. Ragnhildur tekur skotið sem fer framhjá. Hilma nær pekkinum en hérna Alexandra á réttum stað. Hún kemur svo út úr svæði.
Apríl til varnar. Nei, þetta var ekki, jú, þetta var Apríl. Það var rangstæði hjá SA. Apríl keyrir hérna upp völlinn og pressar vel á Ingu sem Inga snýr hann af sér eða Apríl snýr sér í átt frá Ingu og Anna Sonja sendir á Jónínu, rétt teygir sig í pakkinn en nær ekki valdi. Apríl sendir hann aftur inn og fer í skiptingu, áfram pressa SR-stelpur. Hérna var hún Áslaug rétt misti af að halda pekkinum inni en það er rangstæð aftur á SA. Lísa nær pekkinum, sendir upp á hana. Þetta var Heiður sem að tóku þessu, númer 62, já. Alltaf snemma með fréttirnar, jæja. En áfram SA komið með pakkinn. Þarna er Kolbrún komið með pakkinn hann inn í svæði, sendir upp á Heiðu. Heiða aftur niður og nær hérna Amundu sem er fyrir fram á markið. En Arna nær að hreinsa. Heiða nær þessu aftur inn og þær fær í skiptingu. Gunnborg pressar á Friðriku. Gunnborg nær skoti og rýbandi en Andrea, já nei, hún varði ekki, það var mark. Já, og þriðja mark SA skoraði Berglind án stoðsendingar. Berglind Leifsdóttir, númer 18, sýndist mér og heyrðist. Vonandi hef ég ekki farið með rangt mál, ég þarf kannski að kíkja. En áframhældur leikurinn. Það kemur skot frá Ragnhildi sem að fer í gegn. Andrea átti aldrei séns í þetta, það voru svo margir fyrir framann markið. Hún hefur ábyggilega aldrei séð hennar pökk. Þetta var vel skrínað og því miður fyrir SR. Alessandra nær valdi á pekkinu, keyrir hérna yfir, skiptir yfir á Apríl, Apríl keyrir upp og heldur pekkinum inni. Alessandra kemur á aðstoðar en missir pökkinn til Jónínu. Jónína snýr yfir til Önnu Sonju. Anna Sonja droppar honum niður á hvern Maríu. María keyrir bak við markið, sendir upp á Ardísi og Alessandra pressar þarna vel. Caritas kemur til aðstoðar. Góð pressa þarna hjá SR. María kemur hinum megin á vinstri kantinum með pökkinn en á í rimmu við Áslaugu, sýnist mér. Jónína er komin hérna niður í horn. Ardís tekur droppið, sendir upp á Önnu Sonju. Önnu Sonja fer nær og skýtur á mark.
sem er varið af varnarmanni. Inga er komin bak við markið og Bríet pressar vel. Alessandra nær pekkinum en samt sem áður nær Arndís að skjóta. María kemur hérna inn af marki, reynir skot. Apríl keyrir niður og Arndís pressar á hana. Apríl nær að senda yfir á, klikka alltaf á þessari stelpunum Bríet. Bríet sendir hann vel upp og endar í kjölduna á henni Birtu, en áfram koma SS-stelpur. Lara hérna í rimmu við Caritas. Caritas reynir að stoppa og svo kemur hún Arna til aðstoðar. Alessandra stoppar þetta næstum, sýnist mér, nei þetta var Heiður. Hörku stelpa á Heiður, sýnist mér, númer 62. Og það er þá Friðrika sem nær valdi á pekkinum og sendir upp á Heiði, en þetta er stoppað af henni Hilmu sem að fer hérna inn að miðju, en þetta stoppa SR stelpur og það er hún Arna sem að stoppa þetta og Heiður kemur hérna upp. Það er hörkur hérna á hægri kanti, séð frá SA og vinstri og SR. En þarna er á miðjunni komin stúlka sem að ég sé ekki fyrir Magða og sendir yfir Katrín. Nær ekki skoti, reynir skot, sendir upp á Berglindi. Berglind sendir á Katrín aftur en fer framhjá. Það er rimma fyrir fram á markið. SS-stelpur stoppa þetta. Andrea ver þarna einu sinni. Upp á Katrínu. Katrín reynir skot en tekst ekki, sendir á Ragnhildi. Ragnhildur skýtur og Andrea ver þetta listilega. Hörku markmaður hún Andrea. Alessandra er þarna á móti henni Jónínu. Jónína vinnur pökkinn. Það rimma niður í horni. Bríet reynir, já, Annarsson er komið með pökkinn. Ég má ekki líta frá, það bara breytist þetta strax. Caritas nær pekkinum og sendir yfir. Það sem Alessandra reynir að ná honum en missir hann og það er hver María sem að náir pekkinum, sendir á Ingu og þetta stoppar Apríl og sendir upp en nær ekki í gegn og Jónína sendir fyrir en Andrea stoppar þetta, frystir pökkinn. Amanda þarna best á móti henni eftir að segja Alessandru, já. Alessandra nær að koma pökkinum þeim í vil, að Heiða tekur pökkinn bak við mark og skauta með hann upp ísinn. Reynir að finna félaga. Kolbrún náði pökkinum ekki alveg, hún fekk svona pínu rassasendingu frá henni Heiðu en þarna var rangstaða. Það er erfitt að taka á móti þessum sendingu sem koma svona pínu í rassin á henni en það var ekkert annað sem að Heiða gat gert svo sem. Vel gert hjá þessum. Þá er það uppkast og sem fer í varnarsvæði SA og það er Ísing.
Katrín kemur hérna inn og reynir skot á mark. Gunnborg nær pekkinum. Ragnhildur, Berglind, Ragnhildur, Katrín, skýtur á mark, Andrea Ver og frysti pökkinn. Já, fjórða mark SA skoraði Ragnhildur. Þriði mark var það Berglind Leifs. Þannig ég leiðir upp það hér með ef ég hef sagt vitlaust. Jæja, þarna kemur SR og það er hún Harpa sem að nær þarna næstum breakaway. Fljótt skipast Veru í lofti. Katrín sendir hérna yfir á Berglindi. Berglind aftur á Katrínu. Katrín yfir á Ragnhildi. Ragnhildur tekur skotið. Rétt framhjá. Alexandra reynir hérna að ná pekkinum. Þannig kemur hún fyrr og reynir að ná honum út sem að tekst ekki. Þetta var sett Lísa sem reyndi að ná pekkinum út en það tókst ekki. En áfram halda S-ringar. Nei, Jónína nær inn í sendingu og Friðrika sendir út. Og þær keyra í skiptingu S-stelpur og koma hérna og pressa á S-stelpur sem að koma Jónína hérna með pökkinn. Og það er rangstaða. Ardís var aðeins og fljóta á sér hann inn, sýndist mér. Jónína kemur inn, reynir skot á mark, Andrea tekur þetta, rýbandi tekur María en Andrea frysti pökkinn. Jæja, Inga er með pökkinn, sendir yfir á Maríu. Maríu reynir speglun inn í markið en Andrea ver þetta. Ardís sendir upp á Önnussoni. Önnussoni þykist skjóta en dregur sér til vinstri. Ardís sendir yfir á Ingu. Inga sendir niður á Jónínu á hægri kanti sem að droppar aftur á Ingu. Inga keyrir inn, reynir skot, fer frá henni Apríl og bak við markið. Þar sem að María syns mér vera í baráttu hérna. Apríl heldur áfram en María heldur pekkinum. Sendir upp og pekkurinn fer út fyrir þannig að þær fara í regroup og Annarsson sendir yfir á Gunnborgu. Gunnborgin í svæði sýnist mér að þetta er þetta ekki Gunnborg. En SR-stelpur ná þessu og það er hún hver. Hörku skaut hérna hjá henni Bríett sem að endaði því miður hjá SA í endan. En þetta var mjög gott skaut. Ef maður segir það. Þá var það Magdalena sýnst mér eða Aðalheiður. Það er Aðalheiður sem að tekur stefnubreitingu og sendir upp á kantinn sem að síðan SR stoppar. Karitas kemur hérna og kemst inn í sendingu, kemur hérna fyrir framan markið, reynir skot en endar á markmanni inn í markinu. Þetta var vel gert en vonandi slasaðist enginn. Allir heilir sýnist mér. Þetta var gott áhlaup.
Berglind kerir hér stíft að SR og þetta nú hálf losaralegt eitthvað. En þær ná valdi á pekkinu. Það þá upp á Ragnhildur. Ragnhildur tekur skotið og Andrea ver. Hörku skautari hún Berglind. Kraftur í henni. Þarna kemur skot frá Hilmu sem að geigar. Berglind vann þarna face-offið vel. Nára Gunnborg sendir upp á Ragnhildi. Ragnhildur yfir á Katrínu. Katrín yfir á Ragnhildi aftur. Og skot frá Ragnhildi sem að Andrea fristir. Svakalega flott spil hjá þessum varnarpari. Inn á koma gömlunar. Nei, ég segi svona. Aldursforsetar hérna inn á milli. Jónína og Ardís eru aldursforsetar liðsins. En Alexandra berst þarna kraftulega á móti og nær að vinna pökkinn út úr svæði og pressar vel á Jónínu. Jónína nær pekkinum en Alexandra ekki langt á undan. Hún heldur áfram beint niður í horn og heldur áfram að pressa á næsta. María nær að senda hann út þar sem að Bría tekur við sendingunni og skýtur á markið og fylgir því fast á eftir hún Alexandra en þetta nær því miður ekki lengra. Það snýst við og Anna Sonja nær að koma hérna pekkinum inn að svæði en þó ekki inn. Það þá hérna Alexandra sem fær pökkinn og reynir en Anna Sonja tekur hann af henni. Inga tekur við pekkinum og sendir upp á Ardísi. Ardís tekur rammasendingu yfir á Jónínu sem að reynir sendingu sem að varð aðeins, geigaði aðeins. María sendir aftur inn í horn þar sem að Ardís kemur og heldur pekkinum á meðan þær fara í skiptingu. Góð pressa hjá henni Bríett þarna og Arna kemur þarna fast á eftir henni. Heiða næra, nei, Alexandra næra að halda þessu inn, nei, Aðalheiður næra að halda þessu inni. Og þarna fer pökkurinn upp á Caritas. Caritas reynir miðjursendingu sem að Heiða stoppar og fer inn í svæði. Yfirveguð stúlkan þarna sendir inn á miðjuna þar sem að Kolbrún stóð en missir pökkinn. Þær þurfa að fara í regrúp ef þeir ætla ekki að fá ránstöð á sig. Nei, það slapp. Þær þá keyra. Heiða er aftur hérna komin og Kolbrún halda pekkinum en ég sá ekki hver náði hérna hjá SR og reyndi sendingu yfir á Caritas sem að það var ránstöða. Arna barðist þetta vel á móti Hilmu. Hilma tekur pökkinn og skorar. Fimmta mark SA skoraði Hilma. Númer 11, Hilma Bóel. Nei, það var hún Berglind, eða hvað? Það kom mynd af Berglindi hérna upp á töflunni. Mér sýndist þetta að vera Hilma sem skoraði en já, það var Berglind sem skoraði og Ragnhildur sem sendi stoðsendinguna. En áfram heldur þetta. Andrea varðist þarna vel. Það var gott spil þarna á milli Gunnborgar og hverrar sá ég ekki. Það hafi verið Berglind aftur. Og Hilma, já. Sá ekki hver skoraði.
Það aftur Berglind sem skorar. Andrea liggur aðeins í svellinu. Það virðist eitthvað hafa komið fyrir. Uppstendur Andrea. Hörku tól. Jónína kemur hérna inn í svæði á samt Ardísi og Maríu. Jónína sendir inn og nær ekki skoti en Andrea freistir þetta. Alexandra vinnur þetta en Inga kemur hann að stoppa þetta. Karítas næra fara inn í sendinguna. Alexandra kemur þarna með 2 á bakinu en María nær pekkinum, sendir á Ingu. Jónína nær að komast inn í þessa sendingu áður en að SR, hver var þetta, númer 24, það var hún svo mikið sem Áslaug, náði sendingun ekki vegna þess að Jónína kom inn í milli. Áslaug nær að hreinsa og fer í skiptingu en áframhalda SA stelpur. Það er hún Ardís sem nær að koma inn í svæði, sendir fyrir yfir á hver var þetta, Berglind eða hvað, nei Alexandra var þetta. Það heiður, ég alveg í ruglunu. Þarna Magdalena, hún reynir sendingu. Karítas kemur inn í hana, keyrir á milli stelpnanna og kemur hérna framhjá. Það er hún hver til varnar. Það er hún Aðalheiður til varnar og reynir að pota í pökkinn. Heiða kemur hérna með pökkinn, fer framhjá einni SR-stelpu sem er svo mikið sem Arna. Það er SR-stelpur halda pökkinum, það kemur skot frá Heiði. Og Aðalheiður heldur pökkinum hana fyrir aftan mark, sendir upp. Lara sendir yfir á Amandu. Heiða kemur hérna. Þetta er svona pínu stress hérna í gangi. En SR-stelpur dömpa inn og áfram kemur pressan frá Berglindi. SR-stelpur standa vörð. Kemur sending yfir á Hilmu en Andrea ver þetta og fristi pökkinn. Þetta er góð vörn hjá SR-ingum. Það halda sér í svæði og er ekkert að selja sér dýrt. Vel gert. Eða selja sér ódýrt. Það er ekkert að láta plata sér í neina vitleysu. Það eru Alexandra sem vinnur pekkinn en því miður til Hilmu. Hilma nær að pota pekkinu til Gunnborgar og Gunnborgar inn í skot en hérna kemur Berglind. Fer inn á miðju sem að Karítas reynir að stoppa. Katrín missi kylfuna en Hilma snýr spilinu við. Þarna kemur Apríl og keyrir upp, sendir yfir á Karítas. Karítas kemur inn í svæði, nær skoti en geigar. Áslaug heldur þessu inni grimmilega og Alexandra kemur á aðstoðar, potar honum inn en því miður þá nær hérna Berglind sem smyr pekkinum og sendir yfir á kantinn þar sem að Hilma kemur hérna skautandi upp á fleygiferð en Apríl stoppar þetta og sendir upp. Pökkurinn fer í hendurnar á Ragnhildi og Ragnhildur sendir inn og Gunnborg nær að pota þessu inn fyrir púðana hjá henni Andreu.
var góð pressa. Það er hún Heiður sem kom inn í þetta. Pökkurinn fór út fyrir. Já, Arna nær að vinna pökkinn hann á miðunni en síðan fer hann í hendurnar á SS-stelpum og það er hún Friðrika sem nær að senda hérna yfir á Lísu og Lísa reynir að halda pekkinum en Friðrika kemur henni til bjargar og heldur pekkinum, sendir upp á Lísu, Lísu og Lísa nær ekki alveg að koma honum áfram. SS-stelpur komast aftur inn í svæði SR-inga. Lísa. SS-stelpur halda áfram að pressa. Heiður er hérna að reyna. Þá er öðrum leikhluta lokið og ætla bara að biðjast afsökunar á öllum nafnaruglingum en hérna þetta lítur að koma. Ég sé ykkur á eftir.
Ég glemdi að minnast á dómara leiksins en aðaldómari er Guðni Helgarsson og með honum er Sæmundur Leifsson og Dúi Ólafsson. Þeir eru bara að standa sig mjög vel, drengirnir. Þá hefst þriðji og síðasti leikhluti hérna í skautahöllinu á Akureyri. Katrín nær pekkinum og skautar upp inn í svæði en það er rangstaða. Öskraðir hérna á hástöfum. Berglind eitthvað í ruglinu. Katrín kemur pekkinum hérna inn og skýtur og skorar. Glæsilegt mark hjá henni. Kemur Berglind hérna inn. Ragnhildur sendi hérna yfir á Katrínu, Katrín aftur á Ragnhildi. Ragnhildur skýtur, fer í hana hérna Friðriku og skoppar hérna niður í hornið. Hérna kemur Berglind, hringsólar hérna og skýtur á mark. Andrea tekur þetta. Og ver. María droppar niður sem að Friðrika stoppar. En Hilma hérna sendir á Önnu Sonju. Anna Sonja sendir yfir á Maríu. María keyrir inn í svæði og Arna fylgir henni fast á eftir. Og við tekur hver? Heiður berst hérna og Lísa en Inga nær pekkinum, sendir inn á Jónínu. Jónína speklar hún, nei, Arndís speklar honum inn að marki en ekki inn í það fór það. Inga með hérna pekkin, sendir yfir á Önnu Sonju. Anna Sonja skýtur en Lísa tekur þetta og sendir upp. Heiður reynir að ná honum en nær honum ekki. Inga sendir niður á Arndísi, Arndís upp á Ingu. Inga reynir sendingu á Jónínu sem að reynir viðstöðulegt skot sem að tekst ekki. Það er þá Bríet sem nær pekkinum og reynir sendingu upp á Karitas. Karitas nær ekki pekkinum. Jónína kom með pekkin, sendir inn á Ingu en speglast af skautanum hjá henni Lísu en fer bak við markið. Áfram Kolbrún er hérna með pekkin og þar missa Heiða tekur við honum. Sendir yfir á Kolbrúnu. Kolbrún sendir á Amöndu. Amönda nær. Alessandra pressar hérna vel en þær ná að halda pekkinum. Stelpur. Þannig kemur Heiða og hvað gerir Heiða? Skautar framhjá. Alessandra nær að stoppa þetta. Karitas sendir niður á hana Friðriku. Friðrika reynir að keyra áfram en hver er þetta? Stoppar hana Gunnborg eða hvað?
Nei, Lara stoppar hana. Áfram heldur þetta. Þarna er Aðalheiður, en þetta var vel gert hjá Apríl. Apríl kom hérna vel inn í þetta og reyndi skot á mark, en tókst því miður ekki í þetta sinn. Það var vel gert. Það var góð pressa í SR-ingum. Það er hérna Heiður sem að nær pekkinum og skautar bak við marki. Nei, hættir við. Það er þá að reynir að halda pressunni. Gunnborg tekur við sendingunni, sendir yfir á... það var rangstaða. Jæja. Berglind aftur í ruglinu. Nei, ég segi svona. Aðalheiður, Gunnborg og Berglind. Aðalheiður nær að senda niður á Katrínu. Katrín yfir á Ragnhildi. Ragnhildur inn á Gunnborgu. Góð sendingan yfir. Gunnborg fer í miðjuna, reynir fram hjá Lísu en tekst ekki. Það er þarna Harpa sem að reynir sendingu út en Ragnhildur stoppa það. Gunnborg tekur við pekkinum rétt á undan Friðriku. Gunnborg sendir upp, Ragnhildur tekur skotið. Andrea ver þetta listilega. Friðrika tekur pökkinn og reynir að koma honum út. Fer með hann yfir það sem að Heiður reynir að ná honum og pressar vel. En Katrín kemur hérna í gegnum varnarvegginn og sendir yfir á Ragnhildi. Ragnhildur skýtur á Andrea ver. Þetta var vist Telma sem er komin í markið. Varði þetta listilega. Auðvitað, hvað annað. Áframhaldur leikurinn. Anna Sonja tekur við pekkinum og Áslaug reynir að pressa. Karitas líka. Hún fer framhjá og sendir yfir á Maríu. Fer framhjá. Áslaug reynir þarna sendingu í ramman og á hana Alexandru en tekst ekki. María kemur hérna niður og til varnar er Apríl. Apríl vinnur pökkinn og skautar upp svellir. Leitar, reynir að kötta inn í miðju en Inga stoppar það. Annarsson er með pökkinn, keyrir hérna upp. Reynir að finna Maríu, sendir rassasendingu á hana eins og maður segir og María reddar því. Skautar upp í pökkinn, góð vörn hjá SR-stelpum. Það er hún Bríet sem stoppar þetta ásamt hver er þetta með henni? Lísu. Bríet og Lísa stoppa þetta fallega en Ragnheiður er hérna með pökkinn og sendir yfir á Löru en Lara skýtur beint í flasið á henni Karitas keyrir upp en Heiða stoppar þetta en áfram berst Karitas og Lara og Áslaug eru þannig í rimmu. Þetta er hörðu rimma, þannig dómur. Karitas festi kilvuna sína í skautablaðinu hjá henni Löru. Og hvað gerist þá? Þetta var hörð barátta. Lara er á leiðinni út af. Lara fær 2 mínútur fyrir late hit.
kemur Berglind, keyrir hérna upp vinstri kantinn, dómarinn fellur við, stendur upp, en áfram, jæja, þarna er Heiður sem að vinnur puckinn en sendir í flasið á Katrínu, Katrín sendir yfir á Ragnhildi, Ragnhildur sendir upp á Hilmu, Hilma kemur inn í svæði, Apríl til varnar og hver er að segja, Berglind nær skoti sem að Telma ver, syns mér. Karitas vinnur hérna puckinn af Berglindi og reynir sendingu upp á hana Örnu en nær ekki. Katrín er komið hérna inn í svæði, skýtur á mark sem fer framhjá. Og Hilma nær hérna pekkinum og til varnar er Lísa. Lísa reynir sendingu yfir á Bríet og Bríet keyrir með hann upp. Fellur við, Jónína tekur puckinn og sendir á Önnu Sonju. Anna Sonja keyrir inn á miðju, sendir aftur á Jónínu. Karitas til varnar. Anna Sonja tekur skotið en speglast af skauta Esarings. Ætli það hafi ekki bara verið hún Lísa sem að Lísa speklaði þessu frá. Fórna sér fyrir liðið. Lísa sendur upp á Karitas en Inga kemur inn í sendinguna og keyrir inn í svæði. Alessandra nær þó pekkinum, fer fyrir aftan mark, reynir að keyra fram hjá Ingu sem hún gerir og fer fram hjá Ardísi og alla leið fyrir framann markið. Alessandra rétt misti af skoti en fylgir eftir í Karitas en hittir ekki markið. Áfram heldur Apríl og pressar niður en Anna Sonja nær að senda frá upp á Ardísi en Alessandra reynir verjast og það fer í ísingu. Lara er komin inn á núna þannig að SA er með fullskipan lið. Og það er Anna Sonja sem er með puckinn, sendir hvert, skilur hann eftir en finnur hann aftur og sendir yfir á Katrínu Sinsberg, nei, Aðalheiði. Og það er Lara sem sendir hérna upp á Gunnborgu, Gunnborg reynir sendingu inn í svæði, Apríl er þar og tekur puckinn og reynir að fara fram hjá Amöndu. Er þetta ekki Amanda? Apríl. Nei. Amanda fær þarna refsingu. 2 mínútur fyrir húking. Það er hérna rimma á kantinum en stelpur ná þessu. Alessandra reynir sendingu á Apríl en inni kemur Berglind og reynir skot en fer framhjá. Hilma nær að vinna puckinn. Ragnhildur kallar á hann en Hilma fer bara aftur fyrir bláu og þær koma í regroup. Alessandra hérna pressa og ásamt Apríl. Apríl vinnur puckinn, sendir yfir á Karitas. Karitas keyrir hérna upp. Þarf aðeins að sækja puckinn en heldur honum þó en jæja, hún mistar Ragnhildur nær honum og dömpar inn í svæði. Þær eru náttúrulega færri þannig að það er engin ísing. Þessar stelpur eru sérst færri. Jónína pressar þarna á hana Örnu, nei, Bríet. Inga er með puckinn, Karitas fellur við, ætlar að pressa á Ingu en Inga kemst framhjá, fer framhjá 3 stelpum, skýtur á Telmu og Telma ver. Þær reyna að hreinsa, Jónína stoppar, sendir aftur djúpt, ætlar að reyna sendingu á Ingu sem að hefnast ekki. En Alessandra nær hérna pekkinum,
skautar aftur fyrir markið, sendir inn á Caritas en inn í kemur Arndís og Annarsson nær pekkinum, skautar inn í svæði og tekur skot og skorar. Níunda mark SA skorar Anna-Sonja Ágústsdóttir. Hún skoraði þetta án stóðsetningar. Jæja, Nára Apríl með pökkinn, sendir yfir á, já, vel gert. Þarna var hún Harpa sem að náði pekkinu með mistan þó, pressaði áfram. En Amanda, nei, þetta er ekki Amanda. Þetta er hún Kolbrún sem að senda hann út. En það er ísing. Þessa orðið fullskipað. Aftur. Það kemur skot frá Hörpu. Harpa nær pekkinum aftur og nær að halda honum inni. Nei, það er pressan út og hver er það? Kolbrún sem að nær að halda honum úti. Hérna er það hún Amanda sem að kemur hérna inn í svæði, reynir að fara fram hjá Örnu en gengur beint í flasið á Friðriku. Og hér er Heiður sem að reynir sendingu út úr svæði. Heiða rétt missir hann út úr svæðinu og þær fær í rígrúp SA-stelpur. Amanda er hérna með pökkinn og Caritas pressar vel. Ragnhildur sendur upp á Heiðu. Heiða skiptir hlið og sendir yfir á Berglindi. Berglindin á miðjuna á Gunnborgu. Gunnborg kemur inn, fer fram hjá Friðriku og reynir skot á mark sem að Telma ver og þær ná ekki rýbandi. Hilma er hérna að berjast pökkinn, þær fara aftur út, vel gert hjá Alessandru og Caritas, góð pressa. En Hilma kemur hérna aftur inn í svæði, fer inn á miðju, tekur skot, Telma ver og rýbandið reynir Lísa að hreinsa frá en inn fór pökkurinn og hver skoraði? Jú, það var sennilega hún Berglind sem að skoraði. Berglind Rós Leifsdóttir, númer 18, skoraði 10. mark SA. Jónína vinnur pökkinn niður á Ingu og Inga sendir hérna upp á Maríu. María fer hérna fram hjá Lísu en Bríett stoppar þetta, var þetta ekki Bríett? Jú, Bríett stoppar þetta og sendur út á kantinn en SA-stelpur ná pekkinum aftur og Inga tekur skot sem að geigar. Annarsson fer niður og heldur pekkinu. Lísa er þetta til varnar. Bríett og jæja. Jæja, út fer pekkurinn. Góð pressa hjá S-ringum. María hérna með pökkinn og Heiður í pressunni. Annarsson sendir upp á Jónínu. Jónína kemur hérna og reynir að fara framhjá en kemst ekki framhjá Lísu síns mér. Heiður sendir hann út. Annarsson nær honum, sendir upp á Ingu. Inga inn á Ardísi. Ardís tekur skotið og Telma ver og fristir pökkinn. Telma búin að standa sér mjög vel hérna eftir hún kom inn á. Hún tók nú ekki eftir í hvenær hún kom inn á en það er sama. Það eru búin að standa þessu klettur hérna í markinu hjá SR. Caritas kemur hérna inn og tekur pökkinn, keyrir upp, reynir að fara framhjá en Heiða nær
eða Heiða, nei, Amanda nær að stýra pekkinum frá. Caritas nær þó áfram að halda pekkinum, fer upp á Friðriku, Friðrika fer framhjá Löru og skýtur á mark og það er varið. Caritas heldur áfram að pressa á Amandu, Amanda sendur upp á Löru, Lara á í rimmu við hana, hver er þetta? Þetta er hún Bríett sem að barðist hetjulega og SR-ingar halda pekkinum. Það er April sem að næra senda á hana Bríett, en Caritas kemur hérna henni til aðstoðar og heldur áfram, fellur við. Þarna kemur Áslaug og reynir að skjóta. Hörð rimja fyrir framan mark. Dómari stoppar leikinn. Það er einhver inn í krísunni. Maður í krísu. Það má ég vel segja það. Jæja, Katrín sendir yfir á Ragnhildi, Ragnhildur inn á Berglindi, Berglind keyrir hérna á Apríl til varnar, já, og sendir inn á Hilmu. Hilma nær ekki að koma þessu í eitthvað spil. Þarna er Friðrika sem er berst í Hilmu, stendur fast í henni. Hilma nær þó að snúa hann af sér, en þarna kemur hún vel gert hjá henni. Hörpu heldur áfram, Heiður kemur þarna áfram, en þær missa pökkinn. Katrín kemur hérna inn, Gunnborg tekur við pekkinum, skýtur á mark og skorar. Telma átti erfitt með að sjá þennan pökk, það voru svo margir fyrir. Það var lúmst skot og vel gert. Áfram heldur leikurinn. Annarsson er komin hérna niður í sóknarsvæði á móti Áslaugu. Áslaug verst vel og það er hún Bríett sem að stoppa þetta, en Annarsson er nær pekkinum aftur. María er með pökkinn, sendir yfir á Ingu. Inga sendir á Önnu Sonju aftur og Annarsson er skýtur á mark og rýbandi nær. María nær rýbandi og hún skorar. Það var vel varið hjá Telmu. Jæja, kemur hérna Amanda og Kolbrún inn í svæði. Kolbrún er með pökkinn. Heiða kallar á hann. Þær missa út fyrir og það er hún Aðalheiður sem að missir hann út fyrir, en það gerir ekki til. Hún fer með hann inn aftur. Þar er Caritas til varnar og tekur pökkinn og fer með hann aftur út. En fljótt skipast veður í lofti. Aðalheiður sendir á Ragnheiði. Ragnheiður yfir á Löru. Lara reynir hann á pekkinum. Arndís þarna til varnar. Nei, Arna þarna til varnar. Arna reynir að bæja frá, en fer í Telmu og fer á bak við markið. Þarna er Amanda með pökkinn, sendir upp á Löru. Lara sendir upp á Aðalheiði og yfir á Heiðu sem að næri ekki pekkinum. Caritas er komin hérna inn fyrir, Heiða pressa á eftir og Heiða stoppar þetta. Þetta var gott hraðarhlaup sem var listilega stoppað. Lara er hérna inn í að bíða eftir að ykkur færi út svo að það sé ekki rangstaða og það var hún Kolbrún sem var inni, en hún áttaði sig á því og fór út fyrir. Hérna er Katrín, kemur keyrandi upp kantinn ásamt Berglindi og hún reynir skot sem að misheppnast.
Heiður reynir að stoppa þetta, fer til varnar á móti Gunnborgu. Gunnborg reynir nær sendingur og Katrínu, Ragnhildur skýtur. Þetta ver hún Telma. Hilma nær pekkinum og sendir inn á Gunnborgu. En Katrín sendir upp á Ragnhildi og Ragnhildur skýtur og það er hreinsað frá og það var hún Lísa sem að hreinsaði frá. Og það er mark. Þrettánda mark SA skorar Katrín Björnsdóttir, númer 24. Það er rimma hérna Áslaug heldur pekkinum og sendir inn á Friðriku. Friðrika keyrir hérna upp, inn á miðjuna, þvælar alla upp úr skónum, reynir skot, heldur pekkinum, sendir fyrir á Karitas. Karitas reynir að halda pekkinum en missir hann því miður. En hérna kemur Áslaug og nær valdi á pekkinum, sendir yfir á Apríl. Apríl reynir sendingu aftur á Heiði en það er einhver samstuð þarna í miðjunni. Áslaug sendir inn í svæði. En þarna er hún Anna Sonja sem reynir sendingu inn á Löru og Amandu. Amanda kemur hérna inn í svæði. Apríl til varnar. Friðrika reynir að stoppa pökkinn. Amanda fyrir bak við markið, sendur upp á Heiðu. Heiða reynir sendingu yfir sem að hún Arna stoppar. En Aðalheiður kemur hérna inn í þetta og heldur valdi á pekkinum. Fer aftur fyrir mark. Sendir hérna á Magdalenu. Magdalena tekur við honum. En Heiður nær að senda inn á Örnu sem að Aðalheiður nær aftur að stoppa. Hérna kemur Heiður, sendir upp á Bríet. Bríet tekur skotið og fylgir á eftir. Þær fylgja Fanna fast á eftir. Heiður og Alex, nei, ég sá ekki hver það var. Allavega, þetta var vel gert. Hérna kemur Hilma inn í svæði, finnur engan. Hringsólar, þær að skipta. Kemur hérna Ragnhildur, skýtur á mark. Þann fer í varnarmann og dettur niður. Katrín heldur þessu inni og fer nær. Til varnar er Arna og fer upp á Ragnhildi. Ragnhildur og Berglindi, Berglind og Ragnhildi. Ragnhildur skýtur og Arna ver þetta með öxlinni. Þannig kemur Hilma. Skilur hann eftir fyrir Ragnhildi. Ragnhildur skýtur og þetta er varið. Og Katrín kemur hérna og skýtur. Það fer í varnarmenn, dettur niður og dómari stoppar. Það er ykkur rimma þannig fyrir framan markið. 2 mínútur sýnst mér. Það liggur ykkur eftir. Það er hún Bríet sem liggur eftir. Vonandi ekkert alvarlegt. Hilma Bóel fær 2 mínútur fyrir röffing. Hún stendur upp, hún Bríet, það er vel gert, það er eitthvað á höndin á henni. Vonandi ekkert sem að ísinn hjálpar
vonandi ekkert alvarlegt, þannig að kælingin hjálpar sem sagt vonandi. Hörku spilari Bríet. Þá er þriðja leikhluta að ljúka. Leiknum lauk 13-0, SA í vil. Þetta var mjög skemmtilegur leikur þrátt fyrir það. Og ég minni á að það er leikur á morgun klukkan 9. Og ég verð hér áfram. Ég bið heilsa og sjáumst á morgun.